Þú ert að hlusta á 2 kalla. Sælöldsumul og kom til sæl Þorsteinn. Jó. Já. Það er þáttur. Páskaþáttur. Já, þetta var nú Páskaspecial. Þetta var svolítið þungt hjá okkur í dag. Já, ég var að segja þessa vikuna Já. og var þungt að koma þessu saman. Aðeins. Ha? Helvíts. Já. Það er líka alveg drepa að vera með öll þessu börn í páskafríi, maður. Jesús minn, maður. Jöfull er ég glaðið þegar skólinn byrjar aftur. Aha. Já. Já. Bara svo við byrjum þetta nú og léttu nótunum. Já. Börnum mín eru rosa fín í dag. Það var góð dagur. Já. Og bara já, sonur minn er svona á því tímabili núna að hann vill ekki fara í buxur og vill ekki fara í sokka. Okay. Og vill þar af leiðandi ekki fara út. Nei, hann vill bara vera inni. Hann fekk bara að vera inni að chilla í allan dag og finna upp einhverja 27 leiki og ég er búin að vera að leika vélmenni og tröll og svo framvegis í dag, en það var bara stuð. Já, ok. Mín börn sko bara vilja helst bara vera úti. Já. Og helst þá okkur með úti að leika. Já. Líka. Já, minn maður er ekki þar. Nei. Og minn unglingur er náttúrulega unglingur og þeir vilja ekki vera úti. Nei, þeir vilja helst vera inn í herbyggi. Já. En ég plattaði hann að reynda til þess að horfa á mynd með mér. Nú? Já. Svona mynd ársins. Hanna, Leo? Nei, bara þú veist. Það er ekki oft sem ég get plattað hann í þetta, sko. Já, mennar. Ég mátti velja, sko. Ok. Hvað aldrei? Ég valdi Interstellar. Já, ég man ekki eftir henni samt. Já, hefur örugglega ekki séð hana. Ó. Hún er stórfengleg, þetta er bara einn besta mynd á þetta tíma. Er þetta ekki eitthvað svona game, eitthvað? Jú, en samt ekki. En jú, klálega. Já, ok. Bara eldist ótrúlega. Hún vann sko Óskarsverðlaun fyrir bestu tæknibrelli 2014 og ég var svona að horfa á hana í mitt núna eftir margra ára hlé. Og tæknibrellunum er ennþá bara sturlaðar og skilabúðin og allt í þessu, af því hún fellar ekki bara game eitthvað, sko, alls ekki. En sko, þegar fólk er að hlusta á þetta þá er mögulega annar í páskum hann kemur út á að mögulega 3. páskum og mögulega setja það og ég ætla að segja þér eitt vissir þú örugglega ekki að 3. í páskum var frídagur? Nei, þú veist, ég hafði heyrt þetta sko en nei. Og 3. í jólum var frídagur? Byrju, það er nú ekkert svo langt síðan að það var tekið af við það saman tíma og 3. í hvítasunnu var frídagur og líka 13. reyndar. Hvenær var þetta tekið af? 1770. Já, mér ámaði í það. Já, það var í fréttunum sko þegar þetta var tekið. Kom í fréttunum. Það var fyrst ár mokkans og en þetta var sem sagt Danakonungur hann Kristján 7. pottet, Kristján 7. sem að því hann byrjar 1966, hann tekur við þá var hann bara eitthvað nýkomin í þetta og hann bara eitthvað, herðu íslensk alþýða 1966 1766, sorry sagði ég 1900? Held að það var ekki þá sko, hann var dó fyrir það sko sagði bara já bara, já hann var bara íslenska alþýða þetta er bara að fá allt og marga frídaga bara köttum við það þess niður tökum við það út 3. jólum 3. kvitsinu 3. páskum 13. bara vinna fucking lufsa hann Kristján 7. Danakonungur
Já, eins og flesti Danir reyndar. ég var svolítið hrifinn af pælingunni sko að ef að frídagur fellur á frídag, eða veist helgi Já, Þá þá fáur það samt. já, það bara kemur næsta virkadag á eftir Já. En þetta með að færa öll 50-dagsfrín yfir á föstudag eða mánudag. minna hrifinn af því, Já, meira hrifinn af hinnu já. Ég myndi frekar vel að fara á miðvikudag. en svo er náttúrulega líka alveg pæling að já, bara í miðri viku og Já, bara aðeins að kvílir. Svona eins og franska skólakerfi í sumum hverfum, nei, sýslum. nú, Já, það vart í skólanum á laugardögum, sko, en ekki á miðvikudögum. já Já, bara kvötta í tvend. Já, ok já, einmitt Nei, talandi svona frí sko, ég meina nei, nú er enda þjóðkirkjan í tísku þannig að hann kannski hæpið að fara að breyta Helvitis uppsving á þjóðkirkjunni. rosalega Ha? Church Bros. Koma sterkir inn. alveg svakalega Já. þannig að ég var einhvern veginn svona að vona sko að við myndum bara að fara að breyta þessum frítugum Þetta ekki. Mér finnst bara, þetta ánáttúrulega ekkert að vera tengt við kristni, skilur. Nei, ekki Og það ekkert, skilur. Jú, auðvitað, þetta er bara algjörlega þráðbeint Aha. Já, Heldur að finnst þér þjóðin mikið vera að pæli nei, þjáningum Krists á engin föstudaginn var? Ekki nema kannski langaði minn sem er löngudáin Hann er ekki mikið að pæli því þá. kannski, hver veit Sanga þjóðkirkjunni reyndar er hann að pæli því. en þú veist já við erum með þetta allt saman skipulagt út frá þessu Við þurfum að taka einhvern tímann eitthvað dagsins sem þjóðkirkjan. Ég hef mikið að segja um þarna. já, hver veit nema ég sé með það núna Hver veit það? Hver er það? Pottið eitthvað svona, ég var búin að gleyma hvað ætlaði með, ég tek bara þjóðkirkjuna. já bara hendi inn á Fyndi og skulur hann eftir dagann haukur. En ég ætlaði ymmit að vera með. Herðu, Steini, já, þú ættir ammælum daginn. já, Ég kom í það með pínu litla gjöfhanda. nei, hætt Hún er passiv-aggressiv, eins og ég er nú. Þetta er sem sagt, Haukur þetta er bók. fuck Þetta er bók eftir hana Auði Öfu Ólafsdóttur sem ég kallaði óvart Guðrúnu Evu Mínurudóttur ok og það er ekki sama konan og það er ekki einu svona líkir rithöfundar ok en báðar rosa fínir rithöfundar en þetta er svo sem ég ætlaði að segja eina á svona mínum uppáhalds Auður Öfu Ólafsdóttur og ég hef nefnilega ekki lesið þessa bók. já, Hún heitir Eden ok og ég keypti 2 eintök af henni, eitt fyrir mig og eitt fyrir þig og við ætlum að lesa hana saman. Við ætlum að vera samferða í gegnum hana og eftir hverjar svona 50-100 síður þá ætlum við að taka smá samtal. Já. Bara við tveir sko, ekkert í podcastinu sko. No. Við ætlum bara að svona tala um hana svona, strákanir. Já, takk fyrir. Já. Herðu, vá. Þetta er bara fyrsta skaldsagan sem þú lest frá því að þú last Böddi fyrir bíó. Já, eða Dottabækunar hérna. Dagbók Dotta eða eitthvað. Já. Já, herru, takk fyrir. Yes. Herru, ég ætla bara að byrja á þessu bara núna. Ég held að þetta sé bara mjög góð bók sko. Já. Hún var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna sko, sín tíma. Herru, ég er ekki spenntur, en hérna en hérna ég bara en heldur þetta muni ganga? Heldur ég bara, herru, Steini minn, fyrir 50 daginn ætlum við að vera búið með fyrstu 50 síðanar? Já, ég meina ef ég verð að gera þetta, þá ger ég það. Þetta er áskorun. Já, þá bara verð ég að gera þetta. Þú mátt hefna inn með áskorun ekkert mann tilbaka. Ég held nefnilega, ég sé ekkert lengi að lesa sko. Nei, maður er ekki lengi að lesa, en maður er lengi að koma sér í að lesa. Já. Það er málið sko. Já. Ég er ennþá bara on a roll sko. Ég er að stúta bara ég er að stúta ligguði sko 2-3 bókum í viku núna. Ég er á góðri siglingu sko. Já, þú byrjaði bara að lesa núna. Alveg fullur sko. Já. Ég las samt Já, góðumst það. Ég las samt, sko, einu sinni fekk ég gefins-bók. Já, ég reyndar nokkru sinnum fengi gefins-bækur svona plugg-dæmi. Já, en það er kannski ekki skáldsögur eða? Er það ekki meira svona Já, svona realismi ykkur? Jú, vissulega. En nei, það var bara svona eitthvað. Ein bók sem ég las, hún var svo áhugaverð að ég semst tók hana með mér. Ég var að fara með fyrirlestra á Akureyri. Biblían. Hæ? Biblían. Nei.
þetta var hvað heitir hún maður? Veran í moldinni eitthvað svona. Okay. Þetta sem sagt saga konu, afreiks íþróttakonu íslensk, sem var að glíma á átröskun og hún svona að lýsa þessu. Já. Og bara, ég svona, já, eitthvað svona, var svona skeptískur og eitthvað svona og man ekki alveg hvernig hún pitchaði þetta og ég svona, já, eitthvað. Svo ætluðu alltaf að taka viðtal, ég ætlaði alltaf að taka viðtal við hana. Við hana, já, ok. Í karlmennskunni, en svo bara einhvern veginn bara misti alla bolta og bara, það gerist aldrei. Já. En ég semst las þessa bók bara á svona cirka 2 tímum eða eitthvað. Bara, hún gleifti mig, bókin. Það hefur aldrei gerst með neina bók. Já, ok. Algjörlega gleifti mig. Já. Þannig að það er aldrei að vita nema kannski bara... En fannst þér það ekki svolítið gaman? Það var ruglað, sko. Já. Þetta var svo bara... Það er svo klikkað að detta svona inn í bók. Já, þetta var ruglað veruleiki að fá svona einsinn í, sko. Já. Líka því að, þú veist, það var margt annað sem ég svona tengdi við og það var nú ekki verra. Ok. Maður svona gæti lifa sig alveg inn í þetta. Ég er svolítið spenntur að sjá hvernig gengur hjá þér, sko, með mitt bækur sem eru bara óveruleiki, sko, sem eru ekki alvöru veruleiki. Já. Ég veit ekki hvort ég náu þér þangað. Nei, ég náttúrulega hef byrjað nokkrum bókum og gefist upp því að það náðu mér ekki. Já. Svo hef ég reynda að lesa nokkra ljóðabækur. Ok. Þetta Dag Hjartar. Já. Það hefur við vorum nú saman í borg og svona. Já. Ég er búin að vera að lesa mjög mikið eftir Dag Hjartar. Já. Ég er búin að lesa ég las Ljósagang og Frumbyrjur og er núna að lesa Sportdrekar og ég las líka bara seinustu viku. Nei, það seinustu að kláraði ég Við erum ekki morðingjar. En ég er Ljósagangur og Frumbyrjur megin, ótrúlega fallegar bækur. Já, Dóminós ljóðabókinas var líka mjög góð. Já, hann ekki þar. Já, hún var mjög skemmt. Það var eiginlega kannski að fyrsta bara frá honum, eða ekki? Nei, það var nú ekki það fyrsta, held ég. Ekki. Já, ég man ekki. Já, á ég ekki að gefa þér eitthvað? Með því fyrsta, já. Jú, takk. Eitthvað dagsins. Er það bara ég eða heyrist eitthvað svona skrítið í soundtrackinu? Svona dósalhljóð þessu. Það er bara ég. Örugglega. Jæja. Heyrðu, í dag ætla ég, Haukur, að taka þig í smá ferðalag. Já. Þetta er svona hypothetical ferðalag. Ok. Að því að þetta er nefnilega svona smá svona pæling, sko. Við erum að ræða málin. Ein pæling. Já, maður segja það. Ok. Ég og þú Pétur Marteins oddviti samfylkingarinn í Reykjavík sem var einhver íþróttakall. Já, fótboltakall. Já, ok. Og Gísli Marteinn Baldursson. Já, og veist hvað það er? Já. Sem var hann ekki fótboltakall. Já, hann var röglega fótboltakall. Nei, ég veit það ekki. Hann var allavega Gísli Marteinn. Hann var allavega heldur með kár, hef pátitt. Ég veit það ekki. Allavega, við ætlum að fara í bústað. Já, við 4 strákarnir. Já, við 4. Ok, hvar? Upp í eitthvað daustur bara. Já. Og við erum bara hressir, strákarnir, sko, því að við erum náttúrulega allir hypothetical ótrúlega góði vinnir. Já. Búin að gera alls konar saman og höfum við þekkst alltaf bara? Já, allavega í langan tíma. Ok. Við strákarnir, sko. Já. Og við erum 4 á leiðinni í bústað. Já. Og ég held við sem allir giftir. Já. Það ekki? Ég er giftur, sko. Já, ég er giftur. Já. Ég er búin að lengi með minni konu. Við þekkjum þá vel, þannig að já, og þeir eru náttúrulega giftir líka. Gísli Marteinn er giftur, sko. Já, hann á, þú veist, börn sem eru bara eldri en hann. Já, líta eldri út en hann. Gísli Marteinn á pottþétt svona portrétt af sjálfum sér upp á háalofti sem er orðið ógeðslega gamalt og ógeðslegt. Nú? Já, þú veist, þetta er bókmenntavísun. En þú veist, það er eitthvað svona, það er eitthvað undarlegt í gangi. Hvað hann eldist lítið? Já, nei, hann yngist, sko. Já. Ok. Ég sé svona Gísli Marteinn á RÚV eitthvað með astnaleg glerugu fyrir 30 árum og hann er bara, já, hann er 30 ára þannig.
og svo í dag svona, já, hann er 30 ára núna líka. Já, hann er reyndar, ég sé mjög gömul hérna myndskið á honum, hann er alveg rosalega mikill krakki þegar hann er að byrja á RÚV og þegar hann taka viðtal við hérna Sigmund Davíð, það var eitthvað fljóðu daginn, hvort það var ekki bara í vikunni og það er nú ekki mjög mörg ár síðan en samt nokkur, hann er bara eins og einhver krakka skítur í framann. Sigmundur Davíð var að vinna á RÚV. Já, ég man að mér varst skemmtilegt að þegar hann var með kastljósi eða dagljósi eða eitthvað, ég man ekki hvað það var, hann varst mér skemmtilegur. Var Sigmundur Davíð? Já. En svo var hann leiðilegur. Herru, við erum alltaf á leiðinni upp í bústað. Já, strákanir. Er það páskandi bara, páskabústaður? Já, alltaf ekki bara. Ok. Og hérna, nema hvað? Losna við þessar kettlingar. Já, nema hvað? Síðan segir þú mér að þú ert búin að bjóða einni stelpu í bústaðinn. Nó. Einni bara rétt rúmlega 20. Já. Framíhaldinniðinu. Já, þetta er nú típist ég. Ha? Og við strákarnir bara eitthvað, já. En vissuð af henni? Já. Ok. Já. Vissum af henni. Já, strákarnir ekki að segja. Nei, ég meina. Bara cover. Já, við erum bara á leiðinni upp í bústað og hún mætir. Já. Og ég meina. Hvað heitir hún? Hún heitir Valdís. Já. Valdís. Dísa. Já. Herðu, og þú ert semst þarna bara með þínu framhjáhaldi. Upp í bústað með okkur strákunum. Og hérna, og hún kemur hérna og Það var einhver elda? Já, reyndar sko Pétur eldar, hann sér það sko. Ok, hann grillar. Já, og hérna, herðu, svo bara komið þið og hún kemur, semst við erum allir mættir og henni er skuttlað, það er einhver vinnuðin sem að skuttla henni. Já, ok. Og hérna, bara í leigubíl sko, vinnuðin er leigubílstjóri og bara hendir henni upp í bústað til okkar sko og svo bara sting ég upp á að við förum bara öll í pottin. Já. Nakin. Já. Bara öll. Já. Rosa skrítin svona uppfórstunga eitthvað. Finnst það? Eigum ekki allir að vera. Nei, ég meina bara góð stemning. Ok. Við bara förum hann í pottin nakin og Já. erum bara hress. Já. Og hérna. Nú er ég fann að fatta hvað það snýst. Já, ok. Og hérna, já, ég meina, þú veist, það er eitthvað hann sem að, þú veist, er í gangi, skilur, en ég meina, við þurfum ekki að tala um það nýtt. Nei. Það er bara, við förum bara hann í pottinakinn og tölum ekki meira um það, sko. En hérna, en síðan daginn eftir þá förum við í golfferð. Golfferð? Já. Já, ok. Bara skjótumst hérna einhvern aðeins golfferð. Já. Og þá allt í hennu sko mætir hún aftur þessi 20 framhjaldið sko. Dísa? Já, hún mætir aftur. Já. Og hérna og það er bara, þú veist, við erum bara að golfa, segir maður það að golfa. Við erum ekki að golfa. Við erum bara að spila. Spila golf. Við erum bara að spila golf hann all daginn. Svo bara kvöldið þá erum við hann á okkur hóteli og hann á svona golfhótel út á landi. Út á landi, já. Og ég er með lykil sko að þínu herbyggi líka, bara ég veit ekki alveg okkur, ég er bara með. Já, ég er bara eitthvað kemur fyrir. Já, bara ef þú fengi hjartaáfall eða hvað veit ég skilur. Þannig að þú lést mig hafa lykil. Ef það þurft að hleypa ykkur inn eða út. Já, allavega, og ég er bara í mínu og herbyggi og eitthvað, nema við strákarnir sko, ég og Pétur og Gísli. Já. Við erum bara hann að fá okkur djús á barnum. Já, ananas. Já. Og svo ert þú hann að segja, herru, ég ætla aðeins að því að þá sjáum við hún er mætt. Já. Þú ætlar aðeins að skjótast inn í herbyggi. Einmitt. Og við svona, já, ok. Þú segir bara eitthvað, ég man ekki hvað það sagði sko, þetta var daginn sko, og man ekki alveg hvað það sagði og svo líða þarna nokkra mínútur og ég er svona, ég ætla að fara að tjekka þess á ykkur. Já. Ég er ekkert að banka neitt sko, ég er bara að labba inn. Já. Og ég sé þú ert bara á, það er bara eitthvað í gangi, það er eitthvað svona sexy time í gangi. Já. Og og já, ég sem stopn inn á ykkur bara og sé hvað er í gangi. Af hverju er plant Pétur Martin og Gísli? Ok, og hérna ég labba hann inn á ykkur og hérna bara nota lykilinn og ég er eitthvað svona aðeins að grínast bara, þú veist, bara eitthvað aðeins að grínast í ykkur, bara, þú veist,
má ég ekki vera með það bara eitthvað grínast, skilur við, svo mikil grínar alltaf ég er alltaf eitthvað svona að grína elska að grínast. Þetta er náttúrulega bara djók. Já, þetta er bara djók, sko. Algjört djók og... Allavega, við förum ekkert nánar út í það. Nei. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona... Já, þetta er bara milli okkar. Já, bara við strákarnir. Nema, bara, þú veist, þetta er svo skrítið, sko. Þetta var náttúrulega bara hana í vetur, sko. Fyrir í vetur, ég man ekki hvort það var þetta ekki nóvember eða? Sem vorum í golfi. Þetta hefur sannlega verið eitthvað aðeins fyrir sannlega í september. Herðu, svo bara verður hún Valdís bara brjáluð. Nei, Jú. Hún Valdís mín? Já. Ok. Og bara fyrir að hérna, skrifa eitthvað á hérna TikTok. Bob. Bara eitthvað svona, segir nöfnin á okkur, bara eitthvað, segir að hérna við hérna í bústaðaferðinni, þú veist, þannig að manstu pottinum þar hefði bara ég verið eitthvað óviðandi og líka í golfferðinni eitthvað lappað inn á og þig og eitthvað svona eitthvað ótrúlega svona já, bara ótrúlega svona ósangjant, sko bara leiðilegt, þú veist, af hverju að gera þetta og hérna já, þetta er bara svona pæling, sko. Já, þetta er bara pæling, já. Þú veist, ég bara að pæla, ég meina, hvað gerum við? Já. Nú er þetta bara eitthvað í gangi á TikTok og eitthvað svona. Já. Ef ekki bara hunsað þetta? Þú veist, þetta, ég bara sá þetta á hann, sko, rétt á hann og fórum útsendingu, sko. Það er skilðið. Erum við ekki bara hunsað þetta? Það er að gera eitthvað með þetta? Það er ekki Gísli Martin, ekki eitthvað fólk sem, veist, hann er alltaf með samband, skilur það? Já, ég meina það er enginn af fjölmiðlunum að fara að tala um þetta, sko. Nei, ok. Ég veit það. Nó. En svo reyndar heyrði ég að hún var að fara í eitthvað podcast-viðtal. Nú. Og ætlaði að tala um þetta, sko. Ok. En hún alltaf getur ekki til eitthvað að nefna okkur og nafn, þá er hún alltaf bara að kæru hana. Já. Ég meina, hvað? Það er ekki eins og hún hafi eitthvað í höndunum. Nei, ég meina, við erum 4 sammála, vantarlega. Já. Og hún bara 1. Ég meina, við veitum hvað gerðist. Já. Þú veist, ég var ekkert eitthvað óviðandi við hana þegar ég labbaði inn á okkur. Það? Spyrum mig að því? Já, veistu það? Það var ekkert sem gerðist. Ég meina, ég var bara að grínast. Þetta var bara grín, sko. Já. Þannig að ég meina, hvað? Þú veist, þetta er bara eitthvað rugl. Þetta er bara eitthvað algjör miskilningur, sko. Hún er bara eitthvað klikkuð. Ok. Og hvað ætlar að gera? Hvað? Ég meina, hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar ég að gera? Já, ég meina, þú átt konu og börn og þetta var að skilja það. Já, menna það. Ég er ekki búin að hugsa þetta svona langt. Nei, sko, ég er bara í alvörinni að því að nú segist þú að fatta, þú veist, hvað ég er að gera hérna. Og ég er ekki að segja neitt á í gest neinstaðar. Nei. Og ég er líka bara að reyna að setja mig inn í þetta, skilur. Bara hugsunagangin og hérna þú veist, aðstæðunar þú veist, aðdraðandan bara allt í kringum þetta. Já. Þessa golfferð okkar og bústaðaferð okkar. Já. Hérna, þú veist, í fyrsta lagi hversu líklegt er að þetta væru raunverulega aðstæður í okkar lífi? Og Péturs og Gísla? Já. Svona ég myndi segja, sko, frekar hverfandi líka. Já. Verða eiginlega vikina. En ég meina bara ég og þú og hérna Gísli. Já. Og bara hana, var ekki píparinn? Nei, hvað var hann? Jú, hann var pípari. Hann hver? Vinnuðinn? Pétur Martin? Nei, einhver vinnuðinn. Frikki? Já. Frikki. Böð mér í ammalið. Já. Og vort. Við bara ætlum að fara 4 í bústað. Já. Hversu líklegt er að einn okkar bara svona, heyrðu, er í lagi komið með hérna eða bara segi, heyrðu, Valdís ætlar að kíkja á okkur strákuna eftir. Já. Þú veist, bara svona líkurnar á þessu, svona 0 upp í 100%. Já. Gefið að við séum að fara í bústað. Já. Það er rosalega ólíklegt, sko. Já.
Það nefnilega rosalega ólíklegt en ég meina, svo líka bara velti ég fyrir mig sko, ef þetta kæmist upp, þú veist. Svo líka, þú veist, var þetta samt ekki, þú veist, þetta sem við erum ekki að tala sko. Já. Var það ekki myndi eitthvað svona að vera að pukrast með? Hinir vissi ekki að hún væri og eitthvað svona. Það var eitthvað þannig, sko. Í golfferðinni? Já, það gæti verið en bústaðaferð, það er svolítið erfitt með bústaðaferð einmitt, já. En hitt var eitthvað svona ég man eftir ykkur þannig. Já, ég man að það hafa verið ýmsar ferðir í gangi og stundum hefur þetta verið eitthvað svona lindó, sko Atskriði. Já. Og svona maður fyrir alltaf að pæla í þessu með sko eitthvað einmitt svona, þú veist, einhvers staðar verður eins og hjá okkur hérna í dæminu okkar sko, með Gísla Martini og Pétri Martini og Þorsteini Martini og Hauki Martini er sko það verður eitthvað svona samtal sko hjá okkur, það verður eitthvað samtalega í þessi stað og við hljótum að ákveða hvað við erum að fara að gera. Meinarðu eftir á? Nei, já, þegar þú veist, við sjáum að þetta er komið í gangan á TikTok og eitthvað og ég velti stundu fyrir mér þegar að svona mál kom upp að sko og fólk svona sér að það þarf að stíga til hliðar. Við þurfum að stíga til hliðar inn í podcastinu okkar, skilur við getum ekki haldið áfram podcastið með þetta í gangi. Þessi læti. Já, en ætli við séum strax í upphafi fannir að ákveða sko svo bara, þú veist, það er bara tímabundið sko. Já, 2 kallar. Já. Það er ekkert búið. Nei, þetta er bara 2-3 mánuði off, eða ekki? Jú. Svo komum við aftur. Já, bara rétt á meðan umhverfið er svona óvinveitt sko. Já. Þú veist, á meðan andrúmsloftið í samfélaginu er svona óvinveitt sko. Já. Og meðan sko, og kannski á meðan okkar mál eru að fara í gennum kerfið. Það er að segja, við vantarlega þá við kærum. Já, við náttúrulega leitum réttar okkar í þessum árásum. Falskar ásakanir. Já. Þetta er bara rosalega, þetta er bara áfall fyrir fjölskylduna. Já. Ég meina, þú veist, og ég meina menn sem hafa verið í svipuðum aðstæðum sko lendi í þessu. Já, ég meina menn sem hafa lendi í svona. Og ég meina eitt til dæmis sem er núna lenda í svona. Já, ég meina eitt sem er bara núna í sko, hann er hvort hann sé ekki oddviti eða eitthvað, ég meina hann er upp á þessum atburðum. Ég er ekki að fara að teikna upp núna neina mynd af þessum atburðum. Nei. Ég hef ekki til að skammast mér fyrir kringum þetta mál. Nákvæmlega. Og gæti alveg setið hér og rætt við það í 3-4 klukkutíma sko. Já. En það er ekki mitt erindi núna. Þetta tók af mér mörg ár. Já, nákvæmlega. Og ég gerði það eina sem ég gat gert þegar þetta mál kom upp og ég var saklaus borinn röngum sökum. Nákvæmlega. Ég leitaði til yfirvalda. Ég kærði máli til yfirvalda. Vegna þess og eins og ég sagði þá að annars væri hætt á því að þið sanna kæmi ekki fram. Nákvæmlega sko, þið sanna kæmi ekki fram. Þetta var Ari Edvald, heitir hann ekki? Ari Edvald, já. Sem er semst oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Já. Og hann lendi í svona hann lendi í þessu algjörlega bara óskiljanlegum árásum sko. Já. Og ég meina eins og hann lýsir bara. Þetta er náttúrulega bara ekkert smá áfall fyrir fjölskyldunans. Að lenda í svona. Ég meina, hann er bara eitthvað upp í bústað með vinnu sínum og lendir bara í þessu og einhver, hann er bara táldreginn þarna í pottin, sko. Já. Einmitt. Þú veist, og örugglega, þeir allir bara. Já, ég meina, hún hefur örugglega bara rifið hann úr fötunum, pottin. Já. Ekki nema það sem bara líi, hann kannski var bara ekkert í pottinum. Kannski var hann ekkert í þessum bústað. Hvað veit ég? En við vitum allavega að hann leitaði til yfirvalda og sannleikurinn kom í ljós. Já. Sem ég man reyndar ekki alveg hver var. Manstu það í þessu tilviki? Nei. Já, ég man það ekki heldur sko. En þú veist, og svo finnst mér bara svo áhugavert sko, þú veist, að því að nú er fólk að pæla í pólitík og þá er eitt kollegi okkar sem að það er nú ekki kannski ofsögum sagt að fólk er að pæla í velti fyrir sér einni spurningu. En hún er, ef þetta væri ekki kosningar, ef þetta væri sem sagt fagleg ráðning í starf borgarstjóra, þá getur maður spurt sig hver væri þá ráðin. Og ég held að svarið við því er ekki flókið. Nei. Það væri klálega alltaf Ari Edvald. Ari Edvald leiði lista Miðflokksins í Reykjavík og það er komin frá maður
með mikla reynslu úr atvinnurekstri Akkurat. og mikla lífsreynslu. Mikla lífsreynslu, já. Býtu, hver er að tala um það? Áhugaverð, þetta er kollegi okkar, broadcast bróðir, Frosti Lófason. Var það hann? Já, ok. Hann sem sagt er á því að það sé eitt sem að bara ef þetta væri fagleg ráðning. Ég þekki hann eiginlega bara ef hann er að nota grínröddina sína. Já, meinar. Nei. Þetta poppaði bara upp í algoritman minni eða eitthvað. Já, ok. Og mér fannst það bara svo áhugavert sko, að því að ég hafði séð þetta hérna, Ari var að tala um bara, ég ætla nú ekki að fara að tala um þetta, þannig að tvisvar eitthvað búin að spurður að þessu, bara nú er ég ekkert komin inga til að tala um þetta, bara eins og, já þetta er löngu búið, þetta er bara búið, svo ætlum við bara eitthvað að fara að tala um faglega ráðningar, þá er hann hæfastur. Já. Sko ég líka bara velti fyrir mig ef að við tökum aftur okkur hérna sem fyrir mig bústað svo bara eitthvað hættu við hérna eins með þú kalla í smá stund skilur eða bara hættum bara, ég fer bara að gera eitthvað annað og ég rist bara hérna Ég fyrir sjóinn já, fyrir hans á sjóinn og hérna já, segjum bara Hulda ráður sem sálfræðing bara í Ungverjalandi eða eitthvað já. Og hérna við búðum þar staða og við förum bara út og svo er ég bara hafa með hans hægan byrja samt með annað hlaðvarp eitthvað annað bara af því að ég er svo mikið í golfi eða eitthvað bara svona, golfhlaðvarp já og já og svo náttúrulega þarf ég að hugsa einhverja strategíu sko, hvernig ég svona snýja eins orðræðin þetta allt saman bara fyrir að búa til svona nýja sögu ok, ég nenni ekki að tala um þetta rosalengur hérna, það er bara svo áhugavert að hvernig líka fjölmiðlar hjálpa svona köllum að í rauninni endur skrifa eða bara hreinlega stjórna sko sjónarhorninu og narratífinu af því að það er einu upplýsingarna sem að við höfum þessar golfferðir og bústaðaferðir þessara manna sem að ég hef svona aðeins í að það er hvað hún segir og hvað þeir segja og hvað þeir segja ítrekkað í gegnum vini sína á fjölmiðlunum og þú veist og það er alveg ótrúlega áhugavert og við höfum séð fleiri gera þetta svona fleiri mynda ofbeldismenn algjörlega mynda einhverju vilja meina það ekki það að ég sé að segja að þeir séu það alls ekki, ég veit ekkert um það að sko já, það er hvernig þeim tekst að stýra narratífinni þannig að við hugsum það á einhvern allt annan hátt heldur en í rauninni við ættum kannski að hugsa þá og líka hvernig þeim tekst alltaf að beina þessu að sko réttarkerfinu hvernig þeim tekst alltaf að beina fókusnum ég meina, gerðist eitthvað ólöglegt hérna? Nei, hér gerðist ekkit ólöglegt og þá líka áhugavert sko hvernig málinu þeirra gegn hérna þólandanum þeirra var vísað frá, það var fellt niður alveg eins og málinu gegn þeim var vísað frá og fellt niður þannig í rauninni vitum við ekkert hvað gerðist bara það er þá hvorki tali líklegt að konan sem sagði frá þessum bústaðaferðum og golfferðum já, allavega bústaðaferðinni það var sérst ekki talið líklegt til sakfellingar að hún yrði dæmd sek fyrir í rauninni falskar ásakanir eða meiðir eða eitthvað álíka það var ekki talið líklegt einhverju hluta vegna að sama skapi var ekki talið líklegt að þeir eru dæmdir fyrir eitthvað sem ég veit ekki eins og hvað voru kærið fyrir en þú veist, ok réttarkerfið nær einhvern veginn ekki að segja neitt þetta en þú veist, eins og er bara gert ég menna og hefur verið gert og þetta er bara áhugaverður samanburður finnst mér og hann er kannski svolítið sjálfmeðar en þegar ég tala um Ester þú veist þar er ekkit lögbrot en því er haldið alltaf á lofti þetta með Ester manstu það er ekkit eitthvað þú veist það er bara mín stærsta synd í lífinu og hérna sama með sko tjaldtalinn hennar Hildar sem að hún meiri segja átt ekkert í og hefur marg útskýrt að
þessi tjaldhæll var ekki hótun frá henni og jafnvel þó þetta hefði verið grínhótun en fólk trúir því ekki sko. það liggur þetta já, en það var 2011 eða 2007 nú er 2026 þetta er ennþá í komendakjörunum þegar hún er í fréttum, ennþá hvað er þetta mörg ár, 20 ár finnst þið líklegt að eftir 10 ár þegar Ari Edwald er búin að vera í borgarstjórn og orðin borgarstjóri að við séum ennþá eitthvað að pæla í því hvað var að gera í þessari bústaðaferð það voru enginn að pæla í því nema einhverju svona klikkhausar eins og við sem að bara erum illa innrættir og erum bara með neteinildi bara, þetta er svo gali hvernig siðferðið það bara, við þurfum ekki að tala um siðferði þegar það er einhverju svona sjómlar það er bara siðferði já, hjá fólki sem að vill einhvern veginn hækka siðferðisraman eða viðmiðið ég veit það ekki það mætti halda að það væri einhvers konar valdakerfi í gangi það sem að hjálpar svona hvað að segja, þessari hlið já, hvernig fannst þið þegar ég notaði engin hugtök núna fræðileg hugtök ég notaði reyndar orðræða leiðilegt orðan já, en þú veist, það er svona nær utanum stemningu og það nær utanum að sem já, en þú veist, bara einhvern veginn að þeir geti eftir svona aðstæður, ég meina ég veit ekki alveg getum við ekki er ekki alveg auðvelt að sjá að þetta er ekkert mjög basic að fara í bústaðaferð einhverjir 4-5 gaurar á 50 eða 60 aldri svo kemur einhver 20 stelpa og við erum bara eitthvað þú veist er þetta ekki eitthvað skrítið? Það er eins og þetta sem varst að segja á hann með sko, þú veist að það var ekkert ólöglegt sko. Það er það sem að mér finnst oft svona alveg þess virði að staldra svona þess við og velta fyrir sig sko, segjum að það hef ekki verið það hef ekki gerst neitt ólöglegt en þið hafið samt voru þarna ákveðin hlutir í gangi sko. Og er það eina hvað heitir orðið viðmið? Nei, það kemur eftir þú veist, er það eini hluturinn sem að fólk svona ætti að vera að setja fyrir sig þegar það er að ákveða til dæmis hvaða fólk að vill fá sem kjörin fulltrúa eða eitthvað annað skilurðu framalega í atvinnulífinu segja alvarlegar fréttir í sjónvarpi og svo kolli er það eina svona sem að fólk ætti að staldra við og hugsa kannski er þetta ekki besti kandidatin í verkið er það bara hvort hann hafi samkvæmt réttarkerfinu ríkisins verið fundin sekur ólöglegt athæfi eða ekki og ef að þetta er eina atriðið sem að við getum sem samfélag verið sammála að sé að þarna liggi línan hvernig samfélag eru við þá? Já Þú veist, má mér ekki bara finnast oflangt gengið að hvað að segja það hafi verið eitthvað sem að einhver atburður eða aðstæður bara misbjóði mér þó svo að það hafi ekki farið í gegnum réttakerfi og fengist hvað heitir það? Sakfelling eða þú veist sem að náttúrulega við vitum alveg ef við skoðum tölur að er svona í töluveru minnihluta af málum sem að fara eitthvað af staði þá átt og má svona siðferðis svona, áttaviti fólks ekki líka bara spila svolítið rullu sko. Það er þetta að vera bundi við bara hann samkvæmt einhvern kalli í skrýtnum fötum, einhvern dómara þá var þetta svona Já, ég meina siðferðis sko, við erum líka eins að sko, ég meina hvað maður segja, í hvers konar viðtöl hafa til dæmis þessi Ari farið í því ég meina viðmælendur hans, þeir sem hann er að mæti viðtöl til er ekki þekktir fyrir svona
hvað maður að segja, svona háan siðferðisþröskuld ást sem að maður myndi þá vilja að þeir myndi ganga á, já en býtu ég meina þessar aðstæður hérna hvað finnst þér valdamunurinn hérna, þú ert á 50-aldri út hérna stjórnarformaður yfir einu stærsta fyrirtæki í Íslandi og viniðinni líka þeir eru 4, hún er 1 já, hún er á 20-aldri þú veist, ég held hún sé ómentuð í einhverju lálunastarfi þú veist, valdamunurinn, ég meina þessar aðstæður sem að okkur er ekkert gengið á það hvað finnst þér um það? Já, það er nú bara hvað ætlar að gera? Við ætlum ekki að tala um það núna við ætlum að tala um það sem ég er búin ákveða að tala um já, þetta heitir að stjórna umræðinni orðræðinni, narratífinni fókusnum og hérna svo spila líka inn í þetta er sko ójafnvægið eins og tískan innan gæslappa er í dag þessum ríkjandi straumar og stefnur í dag það er ójafnvægið á milli þess hverju mega og hverju mega ekki já og við tölum þetta fyrir einhverjum nokkrum þáttum ég var eitthvað að blára þetta og það er þetta með að sko þú veist þessi hérna hann má ekki hafa verið með óviðeigandi sem vissulega var óviðeigandi blogg þegar hann var í eitthvað 20 ára whatever en þessi hérna hann má alveg fyrir 5 árum hafa haft ennþá óviðkvæmilegri orð konur sem hylki utanum getnaðarlimin á sér og svo kolli og þessi hérna, hann má alveg hafa svindlað nokkrum milljónum í skattaskjól, skilurðu já, nokkrum tugum, jafnvel hundruðum ég menna það er flókið að peninga já, og svo var þetta bara svolítið flókið mál og þetta var ekki alveg kannski, þú veist, svona svart og hvitt, sko já, þú veist, og hérna það er svo margt sem að má fyrir ákveð fólk og það er svo margt sem að má ekki fyrir annað ákveð fólk og jafnvel má þetta annað ákveð fólk ekki gera hluti sem hinir mega alveg gera, það er alltaf lægi og þetta fólk má alveg gera þessa hluti af því að, ég veit það ekki veist, ég kemst ekki lengra með hugsunina af því ég skil ekki af hverju þetta hættir að skipta máli í hausnum á fólki að sko, ok, þessi má vera svona það er alltaf lægi að því að hann er í þessum flokk eða stendur fyrir þessar skoðanir eða þú veist, er hérna veist ýmis orð sem rýma við asisti en þessi hérna má það ekki af því að hann þykist vera svo góður hann þykist vera, þú veist, þetta er einhver réttlætisrittari, þetta er góða fólkið þá fyrirgefst honum það ekki ég mitt ég er svona að hugsa sko ef við höldum áfram, þú veist, við fórum í hypothetical hérna ferðalagan, sko það er gaman samt, ferðalaginu já, mjög gaman sko, ef við ætlum bara að fara að ríbranda okkur já, þú veist, bara algjörlega já þú veist, ég bara spá, allir maður myndi sko, allir við myndum geta bara orðið ultra hægri gæjar þú veist, ég meina þessi feminismi er alltaf bara komin bara í eitthvað rugl, sko, þetta er bara orðin eitthvað geðveiki. Það virðist vera rosalega auðvelt fyrir fyrrverandi frálslind, eða þú veist, fyrrverandi, hvað var að segja? Fyrrverandi, já, vinstri sinnað, fyrrverandi woke, fyrrverandi insert, eitthvað annað fólk. Já. Að fá uppgang, auðveldan uppgang og aðgang að ábyrðar og trauststöðum í hægrinu, sko. Það er rosalega sérstakt. Já, og njóta sko svona einhvers konar sko viðurkenningar og virðingar þeim megin. Já, það er styrkur að hafa verið þarna megin og gefa skít í það. Taka pilluna, sko. Frelsast. Já. En það gengur ekki hinn veginn, sko. Það er kannski einn af göllum vinstrisins, sko. Já, þetta helvítis prinsip, svona einhver siðferðis. Nei, já, eða þú veist, ég held að sko, segjum bara að einhver hérna, tökum bara hypothetical dæmi. Já. Segjum að einhver ung, myndarleg íslensk í útliti, ljósarð, kona,
í miðflokknum segjum að hún gefi það og þær skoðanir upp á bátinn og vilji bjóða sig fram fyrir tökum bara eitthvað, vinstrið þetta nýja hana hvernig heldur það færi? Ég held hún ekkert mjög vinsæl. Nei. Ég held að fólk myndi ekki treyst henni. En hún vinsælasta gelan hinum megin sko ef hún fór í þá átt svolítið sérstakt sko en ég nefnilega sammála þessari svona hypothetical hugmynd þinni sko ég held að fólk myndi ekki treyst henni sko. Nei. Svo líka pæla, svo heldum maður áfram með þetta sko að þú veist, oft þessi gæjar sko sem að svona lenda í svona óheppilegum atvikum sem að fólk eitthvað að tala skrítið hvað margir lendi í svona og sko og þá þú veist, þeir vilja bara fá að vera í friði að sko syngja lögin sín og halda giggin sín og, þú veist, og vera í fjölmiðlunum sínum og vera með hlaðverpin sín í friði spurningaþátti sín og svo bara alltaf fólk bara eitthvað með eitthvað svona leiðindi endalaust þeir eru bara að reyna að fá að þú veist, bara að afla tekna og lifa sínu lífi og það bara eins og með ekkert vera gaman sko. Nei, þú veist ég líka velta því fyrir mig skilur að bara þú veist hvað eins og til dæmis bara sumir sem hafa verið að spila tónlist bara neita að þú veist, að þeim sé einhvern veginn að það svíði einhverja siðfriskend þegar að fólk heyrir af því að þú veist, ég veit ekki að félagsmyndstar hafa til dæmis ekki vilja ráða þig eða það eru tugir frásagna eitthvað sem óþægilegt jafnvel bara nú höfum við báðir verið þarna megin sko í félagsmiðstöð grunnskóla bransanum sko og maður var löngu búin að heyra þessu sögur og það var alveg stefna hér og þar bara við viljum ekki fá þennan eða þennan á grunnskólaböll. Já, og svo ert þú bara einn af þeim og þú tala bara sko netofbeldi og þú tala bara hatur gegn þér og þú skilur ósangirni og svo reynir einhvern veginn að stýra orðræðinu og ég var nú bara að reyna að gera gott fyrir einhverja aumingja og alltaf að reyna að vera góður og alla aumingjana og að því ég svo góður og þú veist bara þú veist, þetta bara eitthvað ég bara næ ekki alveg utan þetta sko ég næ ekki utan þetta Ég getur verið að það sé í alvörni nei, ég held ekki að þessa einstaklinga skorti bara hreinlega siðferði heldur það? Ég veit það nefnilega ekki sko að því að ég veit, maður veltir oft fyrir sér sko hversu mikið af þessu í blindni eða vanþekkingu eða vanskilningi eða fákunnáttu og hversu mikið af þessu meðvitað bara áfram gakk sko, bara trukka þetta áfram pælum ekki þessu þetta verður allt í lagi ég læt bara eins og þetta sé allt í lagi ég læt bara eins og þetta sé bull og það sem þessi segir sé bull og ég herja bara á aðdáendur mína bergmálshellin minn og sjáum hvað gerist ég áttum ekki, þú veist, hvað mikið þar og hvað mikið hinum einn sko ég auðvitað eru mismöndi eftir kandidatum sko en eitthvað en það líka áhugavert í þessu finnst mér að því að nú einn tónlistarmaður sem að, þú veist, ég bara veit að hans mengi var ekkit endilega kallar á 60 eða 70 aldri skilur einhverju svona rasistar en allt í henni eru þeir orðnir aðdáendur og ég er að sjá svona grúppur og 60 pluss konur já Dagur Hjartarson skrifaði mitt það eða hvort það var tekið bara upp í fjölmiðla eftir honum hann skrifaði svolítið þetta bara það er svo mikill munur á því sem við höfum þekkt ég las þetta kannski fyrir 2 árum ég getur verið að fara pínur átt með en þetta var eitthvað með sko að
þú veist, auðvitað vitum við að einhverju 70 kallar eru rasistar, skilur en að ömmurnar sjóðnar líka Já, var þetta ekki bara bakþangar í fréttablaðinu? Maður það ekki, mér finnst það góð pæling Já, þetta var skemmtilegt sko En já, það er bara áhugavert sko Ég, já En ef ekki bara að fara að hætta þessu hypothetical ferðalagi Jú Þetta var svona eitthvað sem ég ætlaði að bjóða upp á í dag Já Hvernig líður eftir þetta ferðalag? Ég bara hlakka til að fara í bústað með einhver strákunum sko. Já, fara í fleiri ferðalög Hann og margir kallar að fara í ferðalög Já Þannig að ýmislegt sem gengur á þar Eigum við að fara í smá ferðalag? Já Trúnaða ferðalag Já, til í það Nú fara 2 kallar á trúnó. Það eru gaman og skildir hafa minnst á golf Já Ég ætla nefnilega að tala um golf Ekki golf? Nei Vá, ok og svona ýmislegt annað Við byrjum í golfi Í trúnói? Já Vá Þetta er smá ferðalag sko. Við byrjum út á golfvelli Hypothetical ferðalag? Nei, alveg ferðalag Vá Í ferðalag til fortíðar Alright Og til nútíðar, úr fortíð Ok Við ætlum að ferða eftir tíma og rúmi Ok Ég nefnilega er ógeðslega góður í golfi Þetta segja satt? Já Ok Ég er svona, þú veist, flestir sem myndu skora á mig Já þykjast guðni eitthvað í golfi Já bara kottu í hana, tökum hérna hring, sá hvað vinnur flestir myndu tafa fyrir mér Af hverju segir það? Af því ég veit það Ok Við nefnilega, sko ég ólst upp á golfvelli Já Byrjaði í golfi þegar ég var svona ekki orðin 10 ára Ok og ég bjó á Akranesi og ég hjólaði alltaf upp á golfvöll Já og ég bara var þar þangað til að það var komið eitthvað langt fram yfir út í þessi tíma minn og orðið var dimmt til að spila Já, ok eða klukkan var orðin eitthvað rúmlega minnætti Já á björtustu mánuðunum og þá fór ég heim Ok og ég sko var mjög flinkur og já, helling á titlum og vann til helling af veluna What? og var í sveitakeppni unglinga og á 2 Íslandsmeistaratitla og var byrjaður í unglingalandsliðinu Haha, í golfi? Já og Já, af því að einhvern veginn af því, bara eins og á sem aldri af því að ég lærði þetta alltaf þessum aldri þá er þetta bara í mér Ok Ef ég fer í golf eins og gerist mjög sjaldan en ef ég fer í golf þá er bara eins og ég hafi ekki tekið mér neina pásu sko. Wow Ég dræfa lengra en flestir og ég er mjög góður í golfi Já Mér finnst það bara alveg ógeðslega leiðilegt Áhugavert Ég misti alveg gleðina í íþróttinni Varstu drifin áfram af einhverju öðru heldur en áhuga? Nei, mér fannst þetta geðveikt þegar ég var strákur Já En svo gerist það nefnilega og þetta er svona kannski samblanda af tvennu annars vegar gerist það þegar ég er 15-ish cirka að ég fæ áhuga þungarokki og já, það var ekkert vinsælt þú veist hvernig golfi er sko það var ekkert vinsælt að ég væri í einhverjum metalból og einu sinni var reynda rekin móti hátti svona að sína mér að nú er nóg komið sko. Ég var rekin móti fyrir að vera í rifnum gallabuxum og Cradle of Filth ból sem stóð það stóð nafn á lagi með þeim sko, stóð sko Jesus is a cunt á bólnum þannig ég svo sem svona eftir á higgja ég skil alveg svona að fólk að sett eitthvað út á þetta Já og Ég er ekki dresscode í golfi Já, nefnilega dresscode sko mátt ekki verið í gallabuxum, hvað þá rifnum en allavega já, þá var ég rosa móðgæður en hitt atriðið er sko að og það byrjaði þegar ég var 12 ára og það ágerðist er að ég
ég fekk svona heiftalegt frjókorna ónæmi og ég sem sagt fekk bara sko þetta var alltaf verra og verra og þegar ég er svona 17, 18 kannski, örugglega 17 þá bara hætti ég af því að ég bara gat ekki verið úti á sumurinn lengur og það er kannski svona að sorglega í þessu, það sem ég ætla að koma inn sem er svona trúnóparturinn sko er að í svona ég var að telja þetta saman í bílnum eða á leiðinni þetta eru 18 til 20 ár man ekki nákvæmlega hvar af bílnum en sérst í 18 til 20 ár þá bara missi ég bara svolítið af sumrinu á Íslandi og ég var með þess að reyna ef ég sérst þverögt með það sem ég ger í dag ég var sérst með þess að reyna ef við varum að bóka einhverjar utanlandsferðir eða fara reyna að fara akkurat þegar að frjókornin eru í blúsandi siglingu hérna svona seinni hluta júlí, ágúst reyna að vera í burtu þá sem er náttúrulega, þetta er náttúrulega bara besti tíminn til að vera á Íslandi og ég, svona 18 til 20 sumur af minni ævi þá er ég bara ekki í því sem að Íslendingar er að gera á sumrin ég var bara að vera inni ég gæti ekki þú veist, að því var svo þú veist, sko að kannski, hérna þurfum við aðeins að stoppa ég held að fólk sem er með frjókornaónæmi skilji ekki alveg hvað er að tala um að því að flestir geta bara tekið pillur eða dropa eða eitthvað og komist í gegnum þetta og það er óþægilegt og kýtlar í nefið ég var með fáránlega mikið frjókornaónæmi ég var með svo mikið frjókornaónæmi að ég, sko, ef ég var exposaður svona almennilega fyrir frjókornum þá voru svona næstu 2-3 dagar ónýtir bara brjálaður svona ofnæmis hausverkur sem engin verkefli verka á og þú veist ég hnerraði oftar en ég andaði og bara, þú veist, þetta var bara fáralegt bara grátbólgin eins og bara fílamaðurinn í framann og bara allir pakkin og þegar ég á endanum fer síðan semst ég er náttúrulega alltaf að reyna að fá eitthvað við þessu, alltaf eitthvað sem sló aðeins á þetta, að reyna að finna eitthvað nýjar aðferðir, alltaf að lesa mig til og reyna að finna eitthvað og virkaði ekki neitt, þú veist, ég var búin að prófa, þú veist, stera sprautur í rassinn og þú veist varst ekki massaðar af því? Jú, helviti, ég er með rosalega vinstri raskinn, sko og öll möguleg lyf í töfluformi augdropa, nefdropa, búin að prófa allt MDMA sleikja froska og svo er ég hjá ónæmislækni algjör snillingur Kall sko við minnir hann heiti Gísli Björgvin man ekki alveg nei, ég er að fara á land hann var sem sagt á þeim tíma þegar ég var í þessu þá var hann sko, hann var komið vel yfir áttrætt já hann starfaði bara, þú veist að þetta var engagerunum skilur, hann mátti bara starfa ég held að hann starfað fram með nýrætt við nefnilega hitt hann tengt reyndar Ástrófélaginu og ég var með aðtannir fyrir barnabannans og eitthvað hann nafngjöf og 2 nafngjafur og giftuð eða eitthvað og ég var alltaf að hitta hann hverju og hann mundi bara, hann leiði hann sá mig herðu, þú komast til mín þetta ár og við vorum að tala um þetta og ég bara, já, með rámar ég hef mögulega séð þig áður og með allt á hreinu og hann sko, hann trúði ekki tölvur og kunnur bara ekkert á þér og hann var bara með svona hann handskrifaði eitthvað smá og svo var hann bara sett í kerfið fyrir hann okkur kelingum og hann með svona viðarkassa risastóran og í því voru sérst ofnæmis og vakar úr bara allum anskotanum og hann var svona eitthvað tekka á mér og setja hérna á mig og gákast ég var með ofnæmi fyrir hundum og köttum og rottum og ég veit ekki hvað og svo þegar hann sér við grasfrjóinu sko þegar hann fer að myndast ofnæmis viðbröðin við því þá sagði hann sko já, veistu það ykkur ég held að þú gætir átt Íslandsmetið þannig að þetta var fáralegt og hann vill sem þetta á endanum setja mig í prógram
sem að var svona ekkert algengt á þeim tíma sem að var svona afnæmingar meðferð sem að felst í stuttumáli því að ónæmiskerfið líkamanns bara svolítið resetað að hluta til, það bara svolítið svona núlstilt og bara aðtuga, hei, getum við ekki bara fokkað hans í þessu og aðtuga hvað gerist þetta pínuriski sko en þannig að ég mætti og var að taka svona lyf ég veist að gera það undir eftirliti af því að það er svo mikla líkur á svona mjög eða ekki mikla líkur, en það eru líkur á mjög alvarlegum aukaverkunum bara mögulega lífshættulegum sko. Og og þú bara, þú veist, eins og ég sagði bara á tíma, þú veist, og hann var eitthvað, ég hafði þetta svolítið kostnað samt og ég bara eitthvað, þú veist, glemdu því sko, ég myndi borga allt sem ég á bara til þess að geta losnað við þetta sko. Og og ég var svo heppinn að þetta virkaði og ég var á þessu í 3 ár og ég var raunin að taka sko grasfrjó inn allt árið, bara sjokkera kerfið, var alltaf með grasfrjó í gangi, þannig að ég var með frjókornáðanami á jólunum, þannig séð þú veist, með svona viðbröð sko og svona 2018-19 þá gæti ég aftur loksins bara farið að gera eitthvað skemmtilegt úti á sumrin búin að missa 18 til 20 sumur. Og byrjaði þá í fólfi? Já. Þá byrjaði ég í golfi aftur og ég var bara eitthvað ég er ekki með ástriðið fyrir þessu lengur, ég finn þetta ekki. Þannig að þá byrjaði ég í frisbeegolfi og ég er sko ótrúlega lélegur í frisbeegolfi miðað við hvernig ég er í golfi en þann dag í dag, þótt þess að ég var ágættur í hinnu sko en ég bara finnst ekki gaman. En sko, er frjókott þegar það er rigning? Eru frjókott þegar rigning? Að minna þau, þyngjast eða svo við ástralbarna berja það niður. Já, af því að það er alltaf rigning á sömurinn svona í minningu. Af því þú sagði að þetta veri besti tíminn sko júlí. Já, seinni hluti júlí, ágúst. Reyndar er ég mikill sko, ég er mikill júní svona mæ-júní maður. Já, mæ hins vegar. Mæ getur orðið alveg gegn. Mæ er meistari, september snillingur. Já. En já, ég var líka orðin sko og er ennþá svona ég er bara svona snillingur í að vita sko það sem að fólk veit oft ekki frjókornaanami en lifir svona með því en það er kannski þólanlegt en svona hvernig það getur minkað áhrifin, hvernig getur minkað í rauninni frjókornin sem er alltaf að berast inn í þig sko. Já, ok. Og það er ýmislegt sem að fólk kveikir ekki alveg á sko. Eins og? Eins og ef þú ert búin að vera úti þá leðu kemur inn og helst áður hún kemur inn þá ferðu úr öllum fötunum. Þess vegna ertu með fötiðin í geymslunni? Þess vegna er ég með frisbee fötin í geymslunni. Já. Þannig ég fer úr þeim, skil öll frjókornin eftir í þeim. Fer á náttfötunum upp. Já, sinniskonum. Og skóla úr hárunum mér. Já. Af því að þetta mikið í hári. Já. Þess vegna er ég helst ekki með skegg á sumrin. Það situr í skegginu. Þess vegna viltu aldrei kissa mig á sumrin? Þess vegna vil ég aldrei fara í sumarsleik. Og svo ýmislegt svona, hitt og þetta, sænguföt skiptir miklu máli, ekki hengja til þerris úti þá náttúrulega fara frjókornin í þvottinn og sængufötin og svo liggur á þessu og ekki fara í fötunum upp í rúm mjög margt svona sem að fólk kveikir ekki alveg á því að þetta er ekki nógu ógeðslega pirrandi í lífið þeirra til þess að hvetja til þess að fara að skoða svona hluti sko. Og svo líka bara auðvitað bara ég er ennþá á lyfjum sko, ég nota ánæmislif sko á sumurinn, en þetta er bara svona þólanlegt ég er komin á það stig að það er kannski bara 1-2 dagar sem eru slæmir og ég þrjóskast svo mikið við þetta af því að ég er svo mikið, þetta er svo fárlegt sko, ég er svo mikið náttúrubarn sko. og ég náttúrulega var í ég fór í leiðsögumannanámið og ég var landvörður ég var að vinna úti á sumrin, ég var að drepast það var reyndar skárra að vera fyrir norðan sko. Já, það er styttra sísón yfirleitt og svona sneggra sísón sko. Kemur setna
og ég var farin að reyna að stilla það svolítið þannig, ég var farin að reikna algjör út bara hvað hérna er þetta verst á þessum landsluta og þá ætla ég hérna og ég ætla að vera þessum tíma þangað til og svo ætla ég að fara mig hingað og svo ætla ég að fara til útlanda á þessum tíma og það var alveg galið sko. Og ég bara svolítið svona trosna upp úr sko fjallamennsku landvörslu leiðsögutúrum og björgunarsveit út af þessu sko. Var hér öllu. Yes. Já. Þannig að ekki alvarlegri sjúkdómur en ofnæmi hafði samt þessi gífulegu áhrif á svona líf mitt og bara stóra hluta af lífinu, þú veist, ég reikna með að 20 ár verði helviti stór hluti af mínu lífi sko. Já, því þú gerir ekki dráð fyrir að þau verði neitt mjög mörg Nei, út en það mér finnst bara mjög skrítið hvað er hann gamall sko. Átti ekki vonaði Já, hérna hér en nú er tíðin allt önnur nú erst þú bara alltaf úti í fólfi og... Nú vil ég ekki fara til útlanda á sömurinn. Nei, ég er endar bara ég er náttúrulega núna orðin kennari Ég er líka komið svo ógeðslega mikið umhverfisbömmur ég vil helst bara ekki fara til útlanda en það er raun og svo Já, ég sko, já kannski þversögn verandi vegan en reyndar ekki af kannski bara umhverfisástæðum en að sko já, þetta svona sjeimið sko sem að er sett á einstaklingana fyrir kerfisbundi vandamál eins og umhverfismálin bara við búum að fucking eyju þar sem er alltaf viðbjóðslegt viður ég ætla ekki að halda mig á þessari eyju af einhverju skömma því ég ætla bara ábyrða á að skilur, það bara er ekki ég ætla ekki að taka það á mig af því að fyrir mig eru lífsgæðin og lífsgerðingin sem af því hlýst hún er bara óviðunandi þú veist það er bara ákveðin tilgangur með lífið mínu að komast til útlanda ekki tilgangur með lífið mínu það veitir mér gleði og tilgang ég hugsa þetta svolítið þannig að sko þú veist, auðvitað er þetta svo skringilegt að því að ég er með fjölskyldu sem að þú veist, ég giftur út í ég giftur í erlenda fjölskyldu skilur, sem býr hér og þar og þú veist, hluti af hennar og þar með mínu lífi er bara að vera svolítið mikið að fara á heimsækja fólk þannig að ég reyni alltaf að við reynum að hugsa þetta svolítið svona, þú veist, praktíst sko, að þú veist, við erum ekki þú veist, fara í einhver helgaferð einhver borgarferð, þú veist, kemur ekki greina sko, en að hugsa bara ok, við getum farið þarna, við getum byrjað þarna, við getum hitt þennan, við getum segja fært okkur yfir þarna og svo getum við farið með þeim þegar þau er frí og þú veist, að tjeina þetta svona saman og þá er ferðin svona ekki bara ég að leika mér þá er hún líka að þú veist, heimsækja fólkið og þú veist, við erum rosa föst þarna og þú veist, ef annarkost okkar er að fara okkur á ráðstefnu að þú veist, ok, förum á þessar ráðstefnu og þú ert þá með barnið á meðan og svo eigum við hérna 5 daga saman í frí við erum farið þannig í mæ, mjög spennandi Nú? Já Varst þú ekki að fara eitthvað? Mér finnst óþolandi að vera að fara í mæ en það við erum að fara út í mæ ég missi vika á mæ Já Óþolandi En sko, þú varst að skuttlengurum upp á flugvöll Já, ég er skuttla bróða mínum sem kom hingað páskana með fjölskyldinu sinni Já, ég held kannski Íris hefði verið að fara eitthvað Nei, ekki núna Nei Fyrir mæ Já, hvert er að fara? Mæ, segir sér allt Mallorca? Já Nei Jú, Nei af því að mæ Nei Það er ástunda Á Mallorca? Já Þetta er eins og að Já, ég ætla ekki að segja það Ég er endur að fara í mæ líka Í kennararferð Já, einmitt hvert er ég að fara? Sko, Mallorca Nei, Portugal Einmitt Sko, við slum bara orða svona Ég hef farið í kennararferð Ég veit alveg hvað fólk er að gera Ég hef nefnilega ekki farið í kennararferð Og hérna Þegar ég fór í kennararferð þá var eitthvað skemmtinefnd eða ferðanefnd og það var hérna búið ákveða að heimsækja þennan skóla og þennan skóla og svo kom reyndar í ljósa að þeir voru báðir í fríi og það var engin nemendur á svæðinu og þetta var allt saman eitthvað óskrítið en við fengum á upplýsingar hérna hótelið og eitthvað svona nærliggjandi
og það eina sem var búið að merkja á voru mollin. Það er moll hérna og það er moll hérna og það er moll hérna og það er bar hérna. Það voru svona, segir ýmislegt. Sko ég að fara í þessa ferð af því að sko þetta er fjárfesting. Ég horfa á þetta sem fjárfestingu. Af því að nú ég mögulega með eitthvað dass af einhvers konar svona ég veit ekki hvað kalla það, skerðingu eða þröngsýni eða einhverfu. Hvað svo sem við viljum kalla það. Take your pick. Já. Bara svona eins og við mátt tala mér finnst ekkit mjög gaman að vera að socialisa. Nei. Bara, mér finnst það ekki gaman. Einmitt. Nema stundum. Og þannig að þetta er svona fjárfesting bara, mér langar samt að vera hluti af hópnum, skilur. Mér langar að vera með. Og ég held að það verði skemmtilegra ef að ég svona tek þátt í hlutum. Að þá mun ég kannski kynnast fólki og hérna, Það er ótrúlegt hvað svona ferðir teygja sig stundum, hvað fólk teygir sig svo langt til þess að komast í svona ferðir. Já. Ég til dæmis, ég reynda að sagði nei við þeirri ferð, fór ekki hana. Ég var ekki hana, það var ákveðið að fara í hjólreiða og jóga ferð. Sérst, eitthvað svona pakkadíll, farið í hérna hlýtt og gott land. Og það var sett prógram sem var hjólreiðar og jóga og það var þá hægt að tengja það við einhverja íþróttakennslu eða eitthvað líka. Og það fóru allir í hjólreiða og jóga. Svo náttúrulega bara mismöndi hvað fólk hjólaði mikið og jógaði mikið. Sko. Já, þú veist það, náttúrulega þegar ég starfaði bara undir sjálfur mér og fyrir sjálfur mig í nokkur ár, 7 ár eða svo, þá var ég stundum alveg ógeðslega pirraður þegar ég heyrði það svona kennaraferðum eða svona fyrirtækjaferðum. Þetta alltaf bara della, sko. Mér varst alveg óþólandi ósöngjant, bara heyrði það fara í fucking 5 daga í starfsþróunarferð, eitthvað svona. En núna ég hinum með borðið og ég skil þetta rosalega vel. En þú veist, ég hef samt alltaf skilið Sko áður en fólk eru brjálað. Það eru þetta til svona ferðir sem að eru það sem gert eitthvað að viti. En það eru til svona ferðir það sem ekki gert neitt að viti. Og ég veit það. Já, og ég veit það líka en allavega það sem ég að reyna að segja þarna að það eru gerðar alls konar kröfur til þess að fá styrk. Ég meina, ég veit að KÍ til dæmis bara gerir kröfu dagskrá og það er alls konar viðmið og svona en það er svo oft vanmetið hvað í rauninni vinnustaðurinn og þú veist, ok, ef við segjum að skipti máli að þróa sig í starfi, maður verið betri eitthvað í starfinu sínu, eitthvað fleiri, en sko hópeflið sem að gerist í svona ferðalagi, reynslan sem fólk upplifir saman, ég held í alvörin að það skipti jafnvel meira máli heldur en það sem að við munum læra á 70 klukkutímum í einhverju starfsþróun, skilurðu, sem fellur að einhverju viðmiðum, ég veit ekki, KÍ. Þannig að það er bara faktor sem skiptir ógeðslega miklu máli. Já, Þannig að mér finnst að það megi bara alveg fara í hjólreiðaferð og jógaferð og ef tilgangurinn sem reyndar ekkit oft viðurkenndur, þú veist, við ætlum að kynnast betur og við ætlum að upplifa eitthvað saman. Já, ég veit ekki. Svo eru aðra þjóðir, sko, eins og bara þú veist, tengdapabbi minn hefur sagt þetta, sko. Af því að nú hefur hann tengsl við Ísland en býr ekki hér. Og er kennari. Hann er bara eitthvað eru það að hitta aðra kennara að kvöldi til eru það að hitta fólk sem við vinnum með yfir einhverjum drikkjum að kvöldi til hann bara næri ekki konseptinu. Hvað þú veist, þið eru bara þú veist, þið eru bara faglegt unit saman, sko. Hann er, hvað Spáni? Argentínu? Hann er Argentínumaður sem býr í Belgíu. Já. Og kennir í Fraklandi. Ég skil. Tekur lest á milli. Wow. En sko það er bara svona dæmi. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað universal thing að það sé alltaf einhver staffadjömm. Þetta þekkist ekkert á öllum stöðum, sko. Og þetta finnst mér líka pínlítið skrítið stundum, sko. Og svo náttúrulega
lendir þetta svolítið svo ringum okkur aftur út í umræðu sem vorum áðan sko. Stundum getur fólk getur nú lent í ýmsu á staðfallemi já. Og þá getur nú súrnað og kárnað gaman Jú. Heyrðu, við vorum í Trúnói, var það ekki? Jú, já, farið hlustanda já, við fórum að binda endi á þetta Það komið að hlustanda dagsins. Hlustandi dagsins hérna drögum við miða. Má ég sjá? Þetta nafnlaus miði. En spurt hvernig hægt að fá fleiri karlmenn til að sinna umönnunarstörfum innan sviga til dæmis sem leikskólastarfsmenn? Það hefur nú ekki gengið vel hingað til með leikskólastarfsmenn eða svona undanfarið. Nei. Út af svolítlu. Það er kannski ekki gott dæmi en og það náttúrulega líka hluti af sko já, nei, ég ætla ekki að fara þangað. Það svolítið þung umræða. Já, mjög þungt. En hvernig hægt að fá fleiri kallmenn til að sinna umönnunarstörfum? Þetta bara önnur umönnunarstörf líka, þetta bara akkur ekki fleiri kallar að vinna á dvalarheimilum sem hjúkrunarfræðingar sem hitt og þetta umönnun fólks barna og annars fólks. Sko, ég ætla að segja að hlutafskýringunni bara svona hvað ég að segja svona virðismat samfélagsins eða það að segja þú veist, það ekki ætlast jafn mikið til af köllum að sinna þú veist, veita umhyggju þjóna eins og á konur. Bara það móðurlega hliðin að veita umönnun. Já. Þannig að sko kallar kunna það ekkert. Kallar kunna bara að drepa lóðfíla. Já, þessi mýta þú veist, þetta bara endalaust og þetta á sig bara mjög djúpar rætur að umhyggjusemi kalla sé minni eða þarf að segja að brunnurinn sé grynnri í köllum heldur en konum. Á meðan þetta þetta bara lærð hæfni eða færni og svo ef þú ætlar að feta upp virðingastiga samfélagsins að þá almennt það ekki köllum til tekna að veita mikla umhyggju og vera hlýir og eitthvað neins og leiðis. Það klálega eitt með minnir að því að það oft tínt til það bara svo léleg laun í þessu að sko af hverju alltaf það sé nú? Já, en sko með minnir ég hafi leysið rannsókn sem að sýndi að launin voru ekki það sem að fældi kallana frá. Þannig að ég held að þetta sé bara einhvern veginn vítarhingur sko. En hvernig rjúfum við hann og hvernig fáum við kalla inn í þetta? Ég bara veit það ekki sko. En ég held að liður í því sé að breyta þessum kallmennsku hugmyndum, bara alveg klálega. Já, ég held þetta hljóti, ég held að án þess að ég sé nú með einhverja rannsóknir í rassvarsalnum sko, ég held þetta hljóti að vera augljóslega eitthvað sem að tengi, eitthvað sem byrjar strax í uppeldi og hvernig bara hvað eftirsóknarvert hvernig kynin eru alin upp í því hvað þeirra hlutverk og hlutskipti í lífinu. Ég reyndar aldrei hrifin af umræðu sko að strákar þurfi fyrirmyndir og eitthvað svona með það ég bara ekki hrifin af því konsepti en ég menna ég held að það myndi klálega samt alveg hjálpa að laða að einhverja í til dæmis leikskóla kennaran ef að það væri svona sterkar fyrirmyndir eða skilur ef þetta væri sexy, ef þetta væri gert einhvern veginn svona eftirsóknarvert ef að Birnir væri leikskólakennari alltaf að rappa nei, ég veit það ekki
En alltaf þegar reynum eitthvað svona þá erum við samt sem áður bara í raun að færa valdateins karlmennskunar inn í annan búning Þú veist ef að Birnir heldur áfram að vera cool, eitthvað, bitches og fara inn í kennaran, leikskólakennaran vera svona cool eins og þú varst núna mennur Já, alveg eins og gerir skilur með þegar allt í einu fóru ykkur fótboltasjónar að vera með naglalakk þá hætti þetta að vera eitthvað svona feminista augra og var þetta bara nett það gerist á mjög stutt tímabili ég mista því, gerist það? Já, það gerist í alvörinni þetta var svona 1 ár eða eitthvað já, ok og þá var þetta bara eins og að vera með gel þú veist, þá ertu í rauninni bara að sína hversu sterkur þú ert félagslega hvenær var þetta? Þú meiris að þú er að vera með naglalakk skilur það, og við viljum það ekki hvenær var þetta, cirka? 21 jafnvel wow, ok Já, þannig að já, ég er ekki með svarið hvernig við getum gert það Erstu með svarið? Nei Við erum bara stranda glópa Ég held að launin skipti máli en ég held að þau skipti ekki höfumáli ég held að þetta sé ekki það einfalt ég held að þetta sé svona, þetta er svona vafið á svolítið djúpan hátt í samfélagsgerðina og kynbundin valdastruktúr sem að er alltumlíkjandi í kringum okkur og inn í okkur Búm, hvað það var góð tímasetning Takk fyrir í kveld Erum við ekki bara góðir? Held ég Ok